skattþrep þegar við erum með sinnkvora skattprósentun yfir sama hlutin. Það eru til dæmis 2 skattþrep í virðisaukaskatt á Íslandi. Þetta myndband tekið 2020 og þá 11% matvara og þess háttar. En rest eiginlega allt í 24% virðisaukaskatti. Það sem eiginlega flóknara tekjuskattur. Tekjuskattur á Íslandi í 3 þrepum. Og ég ætla að teikna þetta svona eins og tunnur. Fyrsta skattþrepið fyrir laun frá 0 upp í 336.916 krónur. Og þetta miðað við reglurnar eins og þær eru 2020. Í bókinni erum við með aðeins lægri tölur, en ekki miklu. Annað skattþrepið þá frá 336.916 og upp í 945.873. Og hér erum við með yfir 945.873. Þannig að það sem við þurfum að gera þegar við erum að athuga með laun, við byrjum á að setja launin í fyrsta skattþrepið, hérna svo annað og hérna þriðja. Ef launin undir 336.916 krónur þá komast öll hérna og þá reiknum við skattprósentuna sem hér, sem 35,04%. Hér skattprósentan 37,19% og hérna 46,24%. Ef allt kemst hér þá reikna ég bara þessa tölu. En ef að þetta fyllist, það kemst bara 336.916 hérna, þá flæðir eitthvað og þá eins og sé slanga hérna yfir og þá flæðir það hér yfir. Þangað til þetta fyllist, þá flæðir það hugsanlega hingað. Ég þarf að passa mig. Setja fyrst 336.916 hér, einhver afgangur, þá fer hann hingað og ég þarf að passa að vita hver svo afgangur og taka 37,19% skatt af þeim afgangi, ekki einhver öðru. 35,04 af öllu sem lendir hér og ef það lendir eitthvað hér, þá reikna ég 46,24% skatt af því. Ef ég ímynda mér einstakling sem með 945.874 krónur í laun, þá fara 336.916 krónur hingað, restin hingað nema þessi eina króna, hún lendir hér. Ég þarf að passa og til þess að finna hvað þetta þarf ég að finna bara mismunin þá á þessari tölu og laununum hans. Nema ef það fer eitthvað hingað að setja þá hingað og ef hann væri með 945.874 krónur í laun, þá bara 1 króna sem fer hingað. Og þá tek ég 46,24% af því, 37,19 af því sem lendir hér og 35 af því sem lendir hér. Svo legg ég þessar 3 tölur saman og þannig finn ég skattinn. Þannig að þetta það skiptir svolítið máli átt þess á hvernig þetta flæðir svona á milli. Fyrst fyllum við hólf 1, ef það eitthvað eftir þá flæðir það yfir í hólf 2, en hólf 2 tekur bara upp undir heildarlaun upp á 945.873, ef það eitthvað umfram þá fer það í hólf 3 og taka rétta prósentu úr hverju hólfi.